Hingað kominn Sverrir Hermannsson, sæll Sverrir, velkomin í þáttinn. Ég ætlaði nú að spyrja þig fyrst og fremst stjórnmálaflokkana og styrkina til þeirra. Nú komið upp þetta styrkjamál, varðandi Sjálfstæðisflokkinn, þetta Samfylkinguna líka, að einhverju leyti. Er þetta eitthvað sem kemur þér á óvart? Ekki segi það nú kannski. Á sínum tíma beitti þáverandi framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins sér mjög harkalega gegn því að bókhald stjórnmálaflokkana yrði opnað á þá vísu sem gildir hér í þeim löndum sem við viljum miða okkur við. Og tókst það og hélst það uppi í 2-3 ár eða svo. Og hann getur enda sýnt félögum sínum fram á það núna til hvers leiðir að opna þeir. Nú þessar 30 milljónir þarna frá Landsbankanum, þetta þetta innanflokks krónika hjá Sjálfstæðisflokknum, en að sjálfsögðu eru þetta verk Kjartans Gunnarssonar. Það fundið fyrst út að einhverjir ungir 2 menn hafi haft með þetta að gera. Síðan er málinu vísað á Sigurjón bankastjóra og hann í gær vísað á Björgúl, formann bankaráðs. Varaformaður bankaráðsins er Kjartan. Allt eru þetta hans verk. Hann vill vera kapátur sem alla þorir að hafa sjónpípuna uppi, hvað það meir. Og helst það uppi og hefur haldist það uppi. En þetta hefur náttúrulega verið lokað í gegnum árin. Hvernig heldur þetta hafi litið út hér á þeim dögum, til dæmis hjá Reykjavíkurborg, þegar Sjálfstæðisflokkurinn réði einni lungan úr öldinni síðustu og kolkrabbinn var allt líkjandi með sín fjármál. Það hefur verið gaman að sjá það. Ég var átt að heita í miðstjórn Sjálfstæðisflokksins, fékk aldrei að sjá pút eða plagg fjármál. Voru fyrirtækin að borga mikla peninga inn í Sjálfstæðisflokki? Á því engin vafi, en maður fékk aldrei að sjá það. Ekki miðstjórnarmenn einu sinni. Og hvað fenguðu í staðinn? Fenguð þau í staðinn? Þetta góð spurning, menn verða að ímynda sér það. Já, en það nú eitt sem að þú hefur skrifað gjarnan í gegnum tíðina, það það að útgerðarmenn hafi haldið upp í flokkunum líka. Já, nú, einmitt klukkan 12 í dag var opnuð heimasíða á slóðinni sverrirhermans.is, þar sem að 100 greinar, það má lesa 100 greinar eftir mig, alla þessa höfuðþætti. Þær voru vísu miklu fleiri sem ég skrifaði í Morgunblaðið, en svona úrval úr þeim kannski 100. Þar geta menn kynnst þessu einkavæðinguna, fjármálapólitíkina og svo framvegis. Telur það að flokkarnir hafi borgað, til dæmis útgerðirnar hafi verið að borga mikið í nýja Sjálfstæðisflokkin, Framsóknarflokkin? Tel ég. Já. Til þess voru refarnir skornir að smalað var auðafjónum minn á fáar hendur sem greiddu flokkunum ótæpilega Sjálfstæðisflokknum og Framsóknarflokknum. Nú engin vafi á því að þegar að formaður Samfylkingar fer niður á aðalfund LÍÚ og lýsir yfir, hún telji að fiskveiði stjórnarkerfið sé komið til að vera, að það voru hann að þakka Ágústi Einarssyni fyrir styrki við Samfylkinguna. Já. Segðu mér, einkavæðing bankana. Nú þetta aftur komið upp. Geir Haarde baðst nú bara beinlínis afsökunar á einkavæðingu bankana á landsfundi Sjálfstæðisflokksins. Það var of seint. Það var of seint, já. Ég spyr bara, þarf ekki að rannsaka alla þessa einkavæðingu? Að sjálfsögðu. Og öll þessi mál aftur úr þar sem þeir stjórnuðu málum Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur sérstaklega. Það þarf að rannsaka þetta ofan í kjölinn og nú ekki von til þess að það verið gert. Ef að þín norska ekki á leiðinni, lögfræðingar eru byrjað að reyna að stökka við henni. Hverjir heldur að hafa áhuga á að reyna að koma henni frá verkum? Já, það spurning. Já. Það þarf ekki að fara í grafgötur það. Já.
En hvað gerðist í einkavæðingu bankana? Það gerðist aðalega það að Davíð Oddsson, sem var margbúinn að lýsa því yfir að bankar eru seldir dreifðri sölu og til dæmis í Landsbankana við Björgvin Vilmundarson hefðum aldrei komið nærri því að undirbúa hlutafjárvæðingu Landsbankans nema undir þeim skilmálum. Síðan bara eins og ég held að Styrmi Gunnarsson hafi orðað það að valdir menn til þess að kaupa Landsbankun sem voru í kallfæri við flokkin. Já. Og svo var náttúrulega Kjartan settur varaformaður stjórnar til þess að engin mishyrði í samskiptunum. Já. Nú svo kom S-hópurinn sem vildi fá Landsbankan en fekk gefins vísbréfin til allmarga milljarða, endaði með því til hirtina 25 milljarða út af þeim business. En fekk ekki Landsbankan heldur hinir í góða kallfærinu sem kom frá Pétursborg og olíugörkunum þar. Já. En S-hópurinn fekk Búnaðarbankan og allt saman á gjafaverði og ekki hæstu tilboðum tekið. Það eru mál sem að menn hafa svolítið sópað undir teppi. Það þegar Vís selt út úr Landsbankanum. Já, á 6,8 milljarða. Þá las ég í Morgunblaðinu að þetta væri talið 11,8 milljarða virði og þess vegna hefðu þeir þá þegar fengið rabatt upp á 5 milljarða. Þetta reyndist tóm vitleysa. Tæpum 3 árum seinna selja þeir fyrir 31,5 milljarð vísbréfin þessi. Já. Og þá getur ímyndaður hvaða mismat var á því. En hvernig var þetta gert? Nú, bankamálaráðherrann leyfði þetta og þeir í Kjartan og Helgi Guðmundsson í bankaráðinu samþykktu. Sumir í bankaráðinu kannski blindandi, eins og mér sýnist á viðtali við núverandi forseta Alþingis. Já. Og þetta selt vildaravinnum Framsóknarflokksins. S-hópnum á þessu... Finni Ingólfssyni. Á þessu útsöluverði. Já, þetta gjafaverðið þetta. Já. Nú alveg að segja DVF daginn því merka blaði að þetta ríkisendurskoðandi hefði ekki getað rannsakað þetta vegna bankaleyndar. Fyrirsláttur. Sá ríkisendurskoðandi var þjónn þessara valdhafa og afgreiddi bara eftir pöntunum það sem þeir báðu Lofskjötamaðurinn sá. Hvernig heldur þú Sverrir að þetta tímabil sem við erum að klára núna og endaði með þessu stóra hruni? Það mátti nú ekki seinna koma hrunið. Já. Ef þeir hefðu fengið að stjórna áfram þessir menn, þá hefðu kannski komið að því að við hefðum alls ekki fengið rönd við reist, en það gerum við nú. Ég blæs á allar úttölur það að við munum ekki ná vopnum okkar aftur. Aha, já. Og til dæmis varðandi EBE, eða efnahagsbandalagið, ég hef verið mjög dröms það og var mjög andvígur inngöngu í bandalagið, en það búið að umturna mér að kalla og þar fer fremstur í fylkingu Benedikt Jóhannesson, því ég finn ekki haldbær rök gegn málflutningi hans. Nei. Og ég held að við verðum að setjast niður strax, sjá hvaða skilmála við fáum, ef að þeir eru með þeim hætti að Íslendingar í almennri atkvæðagreiðslu vil ekki að þau ganga, þá náttúrulega verður að hafa það, en vonandi eins og komið fyrir okkar gjaldmiðli og eins og komið fyrir okkur yfirleitt, þá hefnast okkur sæmilega. Hvernig eftirmæli heldur að þessi tími fá í sögunni? Tími útrásar víkingana. Lestu þarna þessi skrif mín, ég marg fullyrti að Davíð Oddsson og Halldór Ásgrímsson myndu fá verstu eftirmæli sagnfræðinga framtíðarinnar af öllum hér hefðu komið að stjórn landsins þar á meðal danska einveldið. Já. Þetta sannfæring mín. Já. Þegar verður búið að grafast fyrir alla þætti þessa máls. Svo ótrúlegt þetta. Já. En hver ollur hruninu? Hverjir? Já. Þeir bera höfuðábyrgðar formenn þessara flokka sem stjórnuðu hér í 12 ár. Þaðan þetta hrunið. En fjármálamenninni sjálfur? Þeim var fengið þetta í hendur, gefins,
og það reyndust vera olígarkar, trylltir menn. Og ég mér hefur dottið í hug hvort að Alþingi ætti ekki að setja lög landrekstur, brottrekstur á landibrott, ekki tukthús. Þau eru öll full af veitilífamönnum, en að gera það á landræka misjafnlega lengi eftir sökum. Það yrði vel tekið við þessum mönnum af guð feðrum í Chicago og Sikiley. Enda vanir menn og hraðvirkir. Þetta Fjörbaugsgarður, það ekki í sögunum? Já, gaman, já. Fjörbaugsgarður. Já, Sverrir, ég þakka þér fyrir að koma í þáttinn og það sem opnaður vefur með greinum þínum, sverrirhermannsson.is. Takk fyrir.